Já, ég heiti Freyr. Þetta er gott, Siri. Já, vandamálið, og eins og Anna kom inn á, þá erum við að fara í dag og morgun yfir svona hverja glæru fyrir sig. Þú veist, hvert erindi með sitt þema og hvert þema er ein glæra í þessu pitch decki sem þau eru að skila inn. Og vandamálið er gríðarlega mikilvæg glæra. Hvernig sannfærið þið þann aðila sem er að fara yfir ykkar pitch deck að þetta sé raunverulegt vandamál sem þið eru að leysa? Og hvernig sannfærið hann það að þið hafið þekkinguna til þess að leysa þetta? Þetta er alveg gríðarlega mikilvægt og á mjög gaman einmitt eins og að heyra með samskiptaappið fyrir fótboltann að auðvitað getur þetta virkað fyrir allar íþróttir en þú ætlar að einblína á fótboltann af því að þú ert héraðsdómari KSÍ og ert með einhverja þekkingu þarna og það er frábært. Þetta er rosalega oft sem að fólk byrja með einhverja lausn, fatta síðan þetta getur líka virkað fyrir þetta og þetta og þetta og reynir síðan svolítið að boil the ocean, bara sjóða allt hafið eins og sagt er. Og það er rosalega mikilvægt og í rauninni allar svona stærstu lausnina sem þið sjáum allt byrjuðu sem pínu lítið bara lausn á vandamáli fyrir mjög sérsniðinn hóp. Ef við tökum bara sem dæmi til dæmis Saga Reg sem er teymið sem vann gullleikið í fyrra að þau eru að einfalda ferlið lyfjaskráningu fyrir lyfjafyrirtæki. Ég get alveg lofað ykkur því að aðilarnir sem voru að fara yfir þetta bara minni hlutin er að vita eitthvað hvernig lyfjaskráningaferlið er fyrir þessi lyfjafyrirtæki en þeir gátu útskýrta bara mjög vel bara hversu dýrt þetta ferli er og tímafrekt og hversu stórt vandamál þetta er fyrir öll lyfjafyrirtæki. En það er rauninni ekki nóg af því að það sem að rauninni síðan seldi það að þau vissu að þetta var raunverulegt vandamál var að það er aðili í hópnum sem hafi verið að vinna hjá Alvotech og að vinna í þessu. Þannig að maður gat svona, bara ég þekki þetta ekki en ég trúi því að þið þekki þetta. Þannig að það er rosalega mikilvægur punktur líka. Aðeins mig, ég er sem sagt í bakgrunni er ég með hugbúnaverkfræðigráðu og vann sem forritari í einhverju sprotafyrirtæki 2016 til 2018 og fór síðan út í mastersnám í að læra frumkvöðlafræði og stjórnun nýsköpunar og kom síðan til KLAK 2019 og í dag þá erum við að aðstoða yfir 100 fyrirtæki á hverju ári í gegnum okkar verkefni þannig að maður er farin að sjá svolítið öllum þessum árum svona rauða þráðinn í þessum teymum sem að gengur vel og vita hvað þeir eru að gera á standaðan Venture Challenge. Þetta er, við höfum tekið þátt í ótal svona alþjóðlegum verkefnum. Eitt þeirra var Venture Challenge, það sem var svokallaður viðskiptahraðall nema fyrir fjárfesta. Það voru á 2 árum sem við vorum með í þessu, voru þá 30 sjóðir sem fóru í gegnum þetta verkefni sem þar sem voru þá aðilar, við vorum ekki að kenna þetta, við vorum að hjálpa til við að sjá þetta og svo voru svona reynsluboltar frá Kísildalnum sem voru að hjálpa þá næstu kynslóð af fjárfestum á Norðurlöndunum, bara hvernig ætti að fjárfesta í sprotafyrirtækjum og þarna kynntist maður voða vel hvernig svona fjárfestar hugsa og þannig að við munum fara mjög betur yfir það á morgun þessa sjóði og styrki og svoleiðis en kannski bara svona að nefna það að það er bara mjög mikilvægt ef við ætlum að fara að fá pening frá einhverjum að skilja hvaðan hann er að koma. Oftar en ekki eru þetta aðilar sem eru að stýra einhverju sjóð og það þýðir að þeir eru með sína fjárfesta þannig að þeir þurfa að geta útskipt fyrir öðrum af hverju þeir eru að fjárfesta í ykkur. Þannig að bara kynnið ykkur vel hvaðan fjárfestar eru að koma. Svo sitt ég í stjórn Nordic Innovation sem er með starfsemi í Oslo en þetta er bara sem að norræna ráðherranefndin er með ákveðna stefnu fyrir Norðurlöndin, bara hvert Norðurlöndin eiga að stefna í nýsköpunarmálum. Þannig að við fáum svolítið góða yfirsýn þar og ég hvet ykkur til að fylgjast með Nordic Innovation síðunni og vera á fréttabréfinu þar af því að þau eru með fullt af köllum alls konar styrki sem við getum tekið þátt í. Kannski bara til að byrja með, maður sjá bara hendur, hver eru nú þegar með einhverja hugmynd? Ok, flott. Sko við erum með fólk að hlaupa með mikrofóna, kannski ef við haldið höndunum uppi, en að velja einhvern bara sem er með hugmynd, sem er ekki búinn að tala. Það sér ekki neitt út af þessu ljósum.
Andskotin. Já. Ég er ánægður með að fara í efstu röðina því að það er refsing fyrir að vera ekki fremst, það er mjög tóm röðin hérna alveg fremst. En já, hvað segirðu, hvaða hugmynd ert þú með? Hérna, já, ég er með hugmynd sem er búin að svona baukast í þó nokkur ár og er samansafnað af mörgum öðrum hugmyndum komin saman. Og þetta, hérna, ég hugsa þetta sem svona eins konar súpu af hugmyndum, það er náttúrulega að vera með alls konar íhluti í súpunni til þess að hún verði að súpu. En í grunninn hugmyndin svo að búa til augmented reality tölvuleiki og ég tala það í fleirtölu því að ég er með bakgrunn í tæknifræði og ég og félagi minn erum að búa til skynjarakerfi sem gerir sem dæmi bíl eða vélmenni eða eitthvað kleift að skynja umhverfið á þann hátt að þú getur yfirfært það yfir í stafrænt form sem gerir því kleift að vera fært yfir í viðmót sem gerir þig kleift að augmenta raunveruleikann, sem gerir þig kleift að spila tölvuleiki í raunveruleikanum. Vá, ok. En eru það einblín á einhvern einn leik eða ætlaði það að vera bara svona eitthvað leikjarstúdíó að búa til fullt af? Bara fullt af leikum, sko. Ok. En við ætlum að byrja á einum sem er það sem verður kynnt vonandi í gullleikinu, en við sjáum til hvernig það fyrir. En það er kannski einn punktur eins og með þetta, sérstaklega þegar að fara að gera eitthvað tæknilega erfitt og er mjög þekkir til dæmis forritið Slack. Já. Það er mjög einfalt bara samskiptaforrit en aðilinn sem að stofnaði það, Stuart Butterfield, gerði Flickr fyrst og svo ætlaði hann að fara að gera tölvuleik og safnaði rosalegum upphæðum, bara einhverjum mörg 100 milljónum og fór að gera hennar tölvuleik en það bara var erfiðara en hann leit út fyrir að vera og þeir voru en þeir náðu að gefa hann út en þurftu síðan að svona rollback aftur í betuna og hann kom bara tilbaka til fjárfestana og sagði bara við erum ekki að fara að ná að gera hennar tölvuleik. Það eru 3 leiðir í rauninni sem getur gert. Annaðhvort gefið hann út en hann mun aldrei ná neinum árangri. Eða við skilum bara peningunum sem við hefum eftir, áttu ennþá eftir alveg einhverja 100 milljóna. Sko. Eða við, þegar við vorum að búa til töluleikinn, þá byggum við til tól til að auðvelda okkur og áttu að vera svona samskiptatæknin inn í töluleiknum. Og við gætum keyrt á það, sem bara allt annað heldur en þessi hugmynd sem að fjárfestarnir komið með inn í þetta. En fjárfestarinn, Andreessen Horowitz, mjög svona frægur fjárfestir í Silicon Valley, bara, hann bara viðurkenndi það að við settum bara peningana í þig, sko, okkur alls stjættum þennan töluleik, sko. Þannig að þú gerðu það sem að þér finnst vera rétt. Þannig að hann keyrði bara það, skrappaði öllu, bjóð til Slack, gaf það út og árið 2014 þegar hann gaf það út, þá voru þeir unicorn á sama ári. Þeir voru metnir á $1 milljarð á sama ári. Þetta var fastest growing sprotafyrirtæki í heiminum á þessum tíma. Og hann hefur talað það að í rauninni þegar hann gerir Flickr líka, sem var mjög vinsælt, þá var hann líka að gera töluleik til að byrja með, sko. En hann bara áttaði sig, og hann mælir með þessu fyrir frumkvöðlega mitt, reynaði að gera eitthvað ógeðslega erfitt, af því að til þess að þið komist yfir allan þá veggi sem þið munið þurfa að rekast á, að mögulega er eitthvað af því sem að aðrir eru þá að rekast á, og þið getið prófað að gera það. Og hann pottþétt að fara að gera 3. töluleikinn, en ég bara hvet ykkur til að hafa þetta í huga, ef þið rekist á eitthvað svona í leiðinni ykkar að búa til þetta leikjastúdíó fyrir augmented reality. En geggjað, einhver annar með hugmynd? Á ég segja frá hugmyndinni eða vandamálunni? Byrjaðu bara að segja frá hugmyndinni og svo Ég get gert bæði í einu. Já. Við erum með lausn sem heitir Ratatak og er ætlast til þess að koma óskilamunum aftur heim á mjög einfaldan og fljótlegan hátt út af því að óskilamunir, sérstaklega barna í grunnskóla sem fara á milli margra staða. Þau eru ofta að týna hlutum hér og þar og oftast enda þessir hlutir bara í Rauða krossinum og við erum með fljótlega lausn sem tengir saman eigendur og finnendur. Geggjað. Og ætlið það að byrja í grunnskólanum? Já, það er fyrsti hópurinn sem við ætlum að, og svo er náttúrulega þetta færi þetta yfir að aðra sértæka notendur eins og iðnaðarmenn eða tónlistamenn eða þá sem vilja ekki glata hlutunum sínum. Akkurat. Yes. Og þetta verður áskorun hjá ykkur að
einmitt, fara ekki of snemma í allt hitt sem hægt að gera. Já, við ætlum að byrja bara strax notendaprófanir á einu hverfi í skóla. Já, frábært. Herru, já, ég ætla nú að segja eitthvað líka en ekki bara tala við ykkur. Kannski fyrir öll ykkar sem þið kannski réttu upp höndið sem eru ekki með hugmynd. Ok, örfáir, en þið sem eru með hugmynd endilega sjáu þessar hendur, þá getur þetta mögulega verið næsti teymis meðlimur. En þessi spurning, bara hvernig fæ ég góða hugmynd, er rosalega oft spurð. Og sem sagt Y Combinator, sem er frægasti viðskiptahraðall í heimi, ég veit ekki hvort þið vitið hvað viðskiptahraðall er einu sinni, en við gerum mjög mikið af því hjá KLAK. Og þarna, þetta er þá þar sem að koma nokkur fyrirtæki saman og eru í svolítið svona, bara í námi hjá þessum Y Combinator aðalum. Airbnb og Dropbox og fleiri byrjuðu þarna í þessum hraðali, Y Combinator. Og þetta er bara langflottasti svona hraðall í heimi og þetta er ákveðin gæðastimpill. Ef við komumst inn í hann, að þá eru fullt af fjárfestum sem að vilja fjárfesta í ykkur, bara því að þeir sjá að þið hafa farið í gegnum mjög góðan skóla. En hann, Paul Graham, sem stofnaði þetta, hann skrifaði ritgerð bara þetta, bara how to get good startup ideas. Ég mæli alveg með að þið tjekkið á henni og lesið henni í gegn, en kannski svona punktar úr henni, kannski svona 3 helstu punktarnir þarna. Reynið að leysa vandamál sem það mikinn áhuga á. Það nefnilega þannig, þetta ekki spurning að fá einhverja frábæra hugmynd og keyra bara á hana. Ef þið finnið vandamál sem það raunverulegan áhuga á, þetta leikur ítrunnar. Þið munuð reyna að leysa þetta, komast að því að það eitthvað, þetta ekki alveg rétta leiðin til að leysa þetta, munuð þurfa að ítra það. Þannig að það mjög mikilvægt, þetta langt og erfitt ferli, að það mikinn áhuga á þessu vandamáli sem þið eru að reyna að leysa. Verið sérfræðingar notendur og vandamálið. Það rosalega stórt ferli í þessu sem ég mun fara aðeins betur í núna, sem er svona customer development, að skilja notandan, hverjir eru raunverulega að lenda í þessu vandamáli. Og verið sérfræðingar þá. Og 3. punkturinn var að vinna með fólki sem ykkur líkar vel við og beri virðingu fyrir. Þetta er alveg rosalega mikilvægt. Og þá hvetjum við ykkur líka til þess að ef þið eru að fara að byrja með eitthvað fyrirtæki, að þið tali bara saman og búið til og skrifið niður á blað. Þetta kallar svona founders agreement, bara svona worst case scenario, bara ef annar ykkar hættir eða deyr eða eitthvað, bara hvað verður fyrirtæki. Þetta er alls konar, bara ímynda sér eitthvað svona worst case scenario, skrifið niður hvernig þið myndu leysa þetta. Það er svo mikilvægt að gera það áður en þið farið af stað, af því að það er rosalega erfitt að vinna úr þessu eftir á. En punkturinn sem hann highlightar þarna er focus on domain expertise. Þannig að verið með bara domain expertise, verið með bara mikla sérþekkingu á þessum geira sem þið eru að vinna í. Og þannig að kannski fyrir ykkur sem eru kannski bara í námi og ekki komið með einhverja svaka sérþekkingu, endilega reynið að leita í kringum ykkur og finna fólk sem búið að vinna lengi í einhverjum geira og reyna að fá þau bara með ykkur, bara skiljið svona spurðið út í bara hvaða vandamál eru það að rekast á, getum við reynt að leysa eitthvað þarna. Og hann talar þegar hann fær alltaf frá háskólanemendum bara hvað ætti ég að læra til þess að vera frábær frumkvöðull, að þá talar hann að ekki fara einblína að því að vera sérfræðingar sprotafyrirtæki eða frumkvöðlafræði eða eitthvað svoleiðis, farið í einhvern ákveðin geira og verið sérfræðingar þar og verið síðan típurnar sem að fáið startup hugmyndir, verið bara með augun opin og verið með það svona hugafar. En í grunninn var að segja bara ekki gera svo Freyr, ekki vera að fara í einhverja frumkvöðlafræði. Þetta er svona þessi mantra með að þeir sem get ekki framkvæmt þau fara að kenna. Þannig já, einblíni á það, því að það skiptir svo miklu máli að þið getið sannfært fyrir þann aðila sem er að fara yfir ykkar umsóknir að þið vitum hvað þið eru að tala. Þannig að þó það sé kannski ekki einhver með ykkur í kjarnateyminu, hafið þetta allavega sem ráðgjafa og fáið að nýta þeirra einsýn og eitthvað svoleiðis. En þá fyrir við í ferlið. Þar sem að þið fáið þessu hugmynd og svo bara farið af stað. Þar sem að þið bara planið þetta allt saman út og byggið síðan þess að geggjuðu vöru og markaðsettið þetta svo og seljið og bara græðið fullt af pening. En
það er yfirleitt frekar áhugavert síðan sem að gerist þegar það er byrjað að selja. Að þá byrjað að selja til einhverja viðskiptavina, fá kannski að heyra frá þeim bara þetta var ekki alveg það sem maður voru að biðja um. Þannig að þá fór ég tilbaka, ítreði það aðeins, komið aftur og þetta er rosalega mikil svona hringavitleysa back and forth bara með þeim og þeir eru búin að eyða tíma og peningum í að byggja upp þessa frábæru vöru, markaðssetja þetta vel, þannig að þeir eru að brenna rosalega miklu peninga meðan þeir eru að gera þetta og svo bara klárast fyrirtækið. Þetta er rosalega algengt og þetta er svona alveg ástæðan fyrir að það er talað um þetta bara 1 af hverjum 10 eða 90% af svona sprotafyrirtækjum klikka. Þannig að það sem við viljum að þið gerið er að snúa ferlinu svolítið við. Reyna að díla við allt þetta bara áður en þeir eru búin að eyða fullt af peningi í einhverjum frábæra forritara og gera geggjaða vöru og einhverja markaðssetningu og svoleiðis. Og þetta eru svona spurningarnar sem við ættum að vera að spyrja ykkur. Bara hver er kúnninn? Hver er að fara að borga fyrir þetta? Og vilja þau raunverulega fá þetta? Er okkar þjónusta að uppfylla raunverulega þarfir hjá þeim? Og er þetta betra en það sem er nú þegar til staðar? Getum við gert þetta? Og ættum við að gera þetta? Græðum við eitthvað á þessu? Við erum bara með svör við öllum þessum spurningum áður en við fara að staða. Af því að við viljum að við klári þetta áður en við farið að eyða fullt af pening og þið vitið betur hvað það er sem þið eru að gera. Og þetta er svolítið gert með því að fara og taka viðtöl við þessa notendur, kynnast betur vandamálinu sem það er að glíma við. Þegar eru í þessu discovery validation ferli, þá eru þið bara að reyna að finna sem flesta sem eru að glíma við þetta, fáið bara staðfest frá þeim að þetta sé raunverulegt vandamál. Við erum til dæmis, við vorum að klára viðskiptahraðal núna fyrir áramót fyrir heilbrigðistækni fyrirtæki og það er rosalega flókinn vettvangur. Það voru fullt af fyrirtækjum að leysa alveg gríðarlega mikilvæg vandamál en síðan eru svo margir hagaðalar, svo margt í gangi að einhverjir landlæknir eða ráðuneyti eða eitthvað svoleiðis bara sögðu bara þetta er ekkert raunverulegt vandamál út af þessu. Þannig að það er fullt af fyrirtækjum sem eru þá bara að hakkast í einhverju sem halda að sé raunverulegt vandamál sem enginn er síðan að fara að kaupa. Og sérstaklega kemur ef einhver er í heilbrigðistækni að þá er rosalega stór punktur hver er að fara að borga fyrir þetta. Því það er rosalega misjafnt á milli markaða. Íslenska kerfið er ekki eins og bandaríska kerfið og ekki eins og sænska kerfið. Þannig að það þarf að átta sig á því hvern þið þurfa að sannfæra til þess að raunverulega kaupa ykkar vöru. Er þetta spítalinn, er þetta sjúklingurinn sjálfur eða er þetta sjúkratryggingarnar? Hvernig virkar þetta? Þannig að allar þessar spurningar er svo mikilvægt að vera með á hreinu áður en að fara að eyða allt of miklum peningum og tíma í eitthvað sem enginn er að biðja um. Og svo getið þið farið að markaðssetja og selja á fullu. Þannig að þetta er þetta svokallaða customer development svona aðferðafræði. Og þetta er bara, ef við takið eitthvað út úr þessu fyrirlestri er bara að það þarf að ítra. Þegar þið eru að byrja þetta, þá eru þið bara með tilgátur. Þið vitið raunin ekkert fyrir en það er raunverulega farið í notkun og fólki sem er raunverulega glíma við þessu vandamál er bara búið að staðfesta það. Þannig að þetta er lean canvas sem við notum mjög mikið í Klag. Þetta er svona útfærsla af business model canvas sem er rosalega vel þekktur og frábær svona tól. Lean canvasin breytir bara nokkrum bóksum og einblínir meira á vandamálið. En Osterwalder sem gerði business model canvasin, hann fór í það að búa til það sem vandamál sem hann var að leysa var það að það voru allt of mikið af fyrirtækjum að eyða mörgum mánuðum í að búa til einhverja fullkomna viðskiptaáætlun áður en fara að tala við markaðinn og þurfa alltaf að breyta og hans spurning var henni geti komið 400 blaðsíðna viðskiptaáætlunni á eitt blað og úr varð canvasin. Og við notum það mjög mikið af því að eins og fyrir ykkur að bara svara þessum spurningum eins og þið best getið
fara síðan út og tala við fólk og reyna að fá staðfestingu á að þetta sé rétt. Þannig að það er þetta ferli. Skilja bara hvað er það sem að kúnnin er að glíma við. Sýna honum síðan MVP-ið ykkar, bara einfaldist útgáfuna af þessu. Og svo klárast þetta þegar að þið eru búin að fá alveg staðfest að þetta sé vandamál og þið eru raunverulega að leysa þetta. Og Steve Blank sem kemur með þessu aðferðafræðið mitt, talar alltaf um þetta. Bara no startup business plan survives first contact with customers. Og í dag er þetta að verða alltaf auðveldara og auðveldara með þessari AI-byltingu sem er í gangi. Það er, þó þið séu ekki með forritari í teiminu ykkar en þið eru kannski með hugbúna lausn, þá mæli ég eindriðið með að skoða til dæmis eins og þessar tvær lausnir. Þekkið þið þessar tvær lausnir? Bara maður sjá hendur, hversu margir kannast við annarkvort Lovable eða Replit? Ok, þetta er samt minni hlutin en í herbygginu. Þannig að endilega fyrir öll ykkar sem eru einmitt ekki búin að kynast þessu, endilega skoðu þetta. Þetta er rosaleg bylting í bara að búa til eins og MVP og þannig að þið þurfið ekki að vera forritarar til þess að gera fína vöru, fínt app til þess að prófa ykkar svona helstu features og þannig featuresa. Og svo er hægt að fara í svona jafnvel ennþá betri eða svona meiri þá tól þar sem er hægt að stýra þessu betur eins og Claude, Code og allt svona, en ég ætla ekki að fara í eitthvað svoleiðis, en Lovable og Replit þurfum við ekki að kunna neina forritun, þið eru bara að tala við hugbúnaðinn og fá lausnir. Þetta er frábært í að búa til svona MVP. Þannig að ferlið ykkar, þetta verður bara, gerið svona canvas, við erum með fullt af þessum canvasum sem ég geti látið ykkur fá, farið síðan að tala við fólk, staðfest að þetta sé raunverulega eitthvað sem er vandamál, búið síðan til ykkar eigin prototýpu með Replit eða Lovable og þá getið þið farið aftur að tala við þetta fólk og reynd að finna út í er þetta það sem þið eru að leita það. Þannig að maður sjá kannski einhver annar sem er með hugmynd ef að hljóðnema liðið fer af stað maður sjá, já, Nei, hún er hérna. Nei, ég varst ekki. Já, bara viðskiptahugmyndina. Já, hver er hugmyndin ykkar? Ég heiti sérst Lilja Rós og partur að 3 konu teymi og við erum sérst með bílabókina og þið hafið öll lent í því að eins og bara snjórinn seinasta vetur, enginn á naglatækjum. Bílabókin er sérst þetta er stafrænt vettvangur sem sameinar bílaeigendur og bifvéla virkja og þjónustuaðila á sama stað. Ok. Þannig að customer segment, þinn svona kunnahópur. Þetta eru náttúrulega 2 markaðir sem við værum að auglýsa og væri bara við hérna inni og síðan fyrirtækjamarkaðurinn. Ok, þannig að þetta er Þetta er bæði B2C og B2B. Já, en þetta er líka í rauninni, er það í svona multi-sided platform, þú ert með, þú þarft báða aðeilina til þess að þetta virki sem platform. Já. Þá myndi ég gera svona canvas ég myndi gera 2 canvasa þá, af því þú ert að leysa 2 mismunandi vandamál. En ok, tökum bara annað þeirra, hvort hópinn myndu vilja fókusa á? Sko, það væri náttúrulega, við erum svona mest að byrja að fókusa á, almenna viðskiptavinnum, en auðvitað líka að fókusa á þjónustuaðilina því að það tengist saman að þetta er sem sagt kerfi þar sem þú getur bókað þjónustu fyrir bíliðinn og einnig haldið utanum allt bíliðinn. Og það er sem ég segja, þetta er multi-sided platform, þú þarft báða aðeilina til þess að platformin virki. Þess vegna myndi ég ráðleggja að gera 2 svona canvasa, af því þetta eru 2 mismunandi vandamál og mismunandi value proposition og allt það. Þannig að ef við bara byrjum þá á fyrri canvasnum, þannig að við erum ekki að tala um þjónustuaðilina núna, af því að þetta er líka oft sem að verst fyrir fólki sem að þú reynir að tala kannski báða hlutina við sérhverjan aðilann. Þetta er sérhvert vandamálið. Þetta er sérhvert vandamálið og notendanum er alveg sama vandamálið og hinum. Það er bara
Þannig að tölum bara við notandann, þú veist, bara, af því að það er fínt því að þú getur bara notað þig sem early adopter bara. Þannig að hvernig myndir þú segja að væri svona helstu vandamálin þín þá? Helstu vandamálin er náttúrulega yfirsýnin og utanumhaldið og hversu mikið ertu búin að eyða í bílinn árið 2025. Þú veist, hversu miklu eytirðu í kannski viðgerðir, hvert átt að fara með bílinn í viðgerð, hvenær átt að fara í skoðun, hvenær er næsta þjónustuskoðun eða smurning og allt þetta. Og þetta sem sagt heldur utan það allt og gefur þér áminningar og heldur einnig, þetta er basically bara smurrbókin sem varst með hana í Handskálanu árið 1900 komin yfir í síman. Bara allt á einu stað, bara minna vesen, meiri yfirsýn. Já. Jæja. Og þá ef þú myndir fara í gegnum kannasinn, ef þú myndir reyna að skilgreina svona hvert vandamáli, þú ert með yfirsýnina, en þú ert kannski með bara kostnaðin líka, af því að, eða falinn kostnaður, eitthvað svoleiðis. Og hvert þú átt líka að fara, hvert á ég að leita. Já, akkurat. Og svo myndir þú fara þá í, svo er það lausnin fyrir hvert box þarna, bara hvernig þetta leysa hvert fyrir sig. Og svo í value propositionið, bara hvað myndir þú segja væri svona, hvernig myndir þú selja þetta til þín, að þetta sé bara til mín, bara til mín. Já, þú ert kúnninn, bara ég er með lausn, hún gerir þetta. Það væri náttúrulega bara minna vesen, meiri yfirsýn sem er eiginlega bara slagorðið hjá okkur. Af því að þú veist, eins og heilsuvera, þetta er eiginlega bara eins og heilsuvera fyrir bílinn. Þú ert ekki lengur að fara í apótek með miðan frá lækninum að ná í lyfin. Þú ert bara þarna bókar þjónustuna, þú heldur utan það sem er búið að gera við bílinn. Ef þú til dæmis tínir bókinni í hanskahólinu á bílnum, þá lækkar hann í virði þú ert að selja hann. Þarna færist þetta bara yfir með bílnúmerinu þegar skiptir eiganda. Og þetta bara, já, heldur meira utanum. En hvernig myndir þú að segja að það væri, hvert er virðið þá, tökum hinleina, hvert er virðið fyrir hinn aðeilann? Það eykur náttúrulega sýnileika og byggir upp meiri viðskipta svona vild og bara eykur viðskiptavina fjölda og sama með að því að það verður líka tilboð inn á appinu. Þannig að ef að Bjössin er í bæi með 50% afslátt af rúðupissi, skilurðu, þá er það þar inn á. Og líka einfalda líka bara bókunarferlið og samskipti við viðskiptavinni og sama eins og þá fyrir viðskiptavinni en þetta einfaldar samskipti við þjónustaðalann. Að þarna getið þið talað saman, það verður bókað tíma og það verður svona að þetta er náttúrulega sikkvort og sikkvort er lausnin og það verður sikkvort snið að til dæmis appinu og vefsíðunni fyrir sikkvoran hópinn og þetta heldur utan allt bókunarferlið hjá þeim. En hafið þið unnið í þessum geira? Í þá bifvél að virka geiranum? Yes. Ekki beint, nei. En þekkið einhvern sem er að vinna í þessu? Já. Þannig að þið eru með allavega einhver einsýn í þetta? Já. Þannig að ég myndi að segja að það væri mjög mikilvægt fyrir ykkur af því að lýsa því allavega. Af því að ef maður er að fara yfir þetta og það er einhverjir 3 aðilar sem er að gera lausn fyrir eitthvað sem þeir eru aldrei að díla við sjálfir, þá er það svolítið bara svona, maður trúir ekki að þetta sé svona einfalt eða eitthvað svoleiðis. Þannig að reynið að fá, ég mæli mjög mikið með að nota svona testimonials eða bara einhverjar tilvísanir í aðalega sem eru raunverulega að glíma í vandamál. Ef þið eru bara með einhvers konar setningu frá þeim og getið kótað þau, það styrkir þetta rosalega mikið. Þannig ég myndi mæli með því. En já, og svo bara þessi liðir pæla hvernig fá við pening, hvað þurfa að borga fyrir allt svona. Þetta er mjög góða æfing að færa í gegnum ennan canvas. En já, ég þarf að halda áfram. Eitt sem ég langar að tala þetta er Daniel, vinnur okkar, sem hefur farið 2 svar í gegnum Y Combinator, selt annað fyrirtækið og er að kenna frumkvöðlafræði í Stanford og í Columbia í New York. Og hann er að fara að gefa út bók núna í ár sem heitir Start with One. Af því hann talar mjög mikið það, þegar hann er í Y Combinator, allir sem fara í gegnum hennar hraðal, þeir fá ból frá hraðalunum, þar sem stendur á I'm creating value for someone. Ég er að búa til virði fyrir einhvern. Og svo þegar þessi fyrirtæki ná þessu unicorn status, að vera metin á $1 milliard og svona, þá fáið peysu frá Y Combinator sem stendur I've created value for someone. En það sem hann er að tala í þessu Start with One er að ef þið finnið raunverulegan einstakling sem að líf hans verður bara betra við það að þið náðu að gera sem þið eru að gera, þá eru það réttir leið. Og þá er hann að tala ekki að gera svona bias persona eða þannig, sem er alltaf gott líka, en bara finna raunverulegan einstakling, af því að þá getið þið farið svo miklu meira á dýptina og skilið betur út hvað það er sem að bara vandamáli hans.
Og þetta eins og Brian Chesky sem að stofnaði Airbnb talaði að væri verðmætasta ráðið sem hann fékk í þessum hraðli og bara fyrir og síðar var frá Paul Graham sem að stofnaði hraðlinn sem að sagði að það mikilvægara að finna 100 manns sem að elska það sem að gera heldur en 1.000.000 manns sem finnst þetta flott. Og það svolítið þessi aðferðafræði. Finnið þessa fyrstu, þessa early adopter eða þessa aðila sem að bara raunverulega þurfa á þessari lausn að halda því að það sem aðila sem að elska þetta, þeir munu segja öðrum frá þessu og tala þetta út af við. Það sem hann talar þarna að reyna að finna svokallað hair on fire problem. Þessi fína gervigreindarmynd af hair on fire. Þannig að ef þið ímyndum ykkur það að það kviknað í hárinu ykkur og það ekkert til staðar í kringum ykkur nema múrsteinn. Hvað gerið þið? Líklega mynduð taka múrsteinin og reyna einhvern veginn að slökkva í þessu. Það ekki. Þetta ekki besta mögulega lausnin til að slökkva þennan eld, en vandamálið það sterkt að þið takið það og reynið að slökkva þetta. Og þið bara samþykkið það að við tökum þetta. Ef þið finnið einhvern aðila sem með það sterkt vandamál sem þið eruð að leysa, að þá getur bara mjög ófullbúin vara verið frábær staður til að byrja með. Og því að svo með tímanum þá mýkið þið múrsteininn og gerið þetta aðeins betri lausn og svona ítriðið áfram. En þá þið komið með svo geggjaðan byrjunarstað að þið eru að leysa svokallað hair on fire problem. Og það sem hann hefur talað mjög mikið og einnig þessir sjóðir í Venture Challenge að ef þið eru að fjárfesta í einhverju fyrirtækjum sem eru að koma sér af stað að þá eru 2 spurningar sem að skipta rauninni mestu máli upp á það hvort sé góð fjárfesting. Eru þið að leysa hair on fire problem? Þetta raunverulegt mjög mikilvægt vandamál? Og eru stofnanir fljótir að læra? Eru þið góð að fara að tala við konunnan, átta sig á öðrum forsendum, breyta til, pivota aðeins og ítræða þetta? Og ef þið finna svona aðila, stofnanir sem eru fljótir að læra og eru að leysa bara alvöru vandamál, að þá yfirleitt þetta góð fjárfesting. Og þið takið eftir að þarna ekkert verið að tala um einhverja hugmynd. Það kemur rauninni seinna. Þannig að þetta rosalega mikilvæg glæra á ykkar pitch deck sem eru að vera fyll út. Einhverjar spurningar? Eitthvað sem að ykkur finnst vera óljóst eða, erum við maginn einhvers staðar? Já. Já, hæ. En ef að maður með, eins og núna við hugsa app sem að það raun ekkert vandamál þannig, sérstaklega ekki sem að kveikir í hárunum á manni, en bara svona, til dæmis afþreying eða eitthvað skemmtilegt. Hvernig setur maður það upp sem í rauninni vandamál eða lausn við einhverju? Að í svona pitchum þá þarf maður oftast að vera með eitthvað svona virkilegt vandamál, en þetta rauninni bara eitthvað geggjað að hafa. Já, ef þú komin í svona entertainment bransan þá oft bara svona, það aðeins öðruvísi kannski aðferð og allt sem þið sjáuð í svona leiðbeiningum, þið þurfið aðlaga þetta að ykkar dóti, klárlega. Og ef þú kemur að entertainment eða skemmtun, þá vandamálaglærin ekki jafn mikilvæg. Þá eru aðrir hlutir mikilvægari. En það rosalega, svona, þegar fólk samt byrjar að segja já, við erum með app sem gerir þetta. Það reyndar á ekki endilega alltaf við í þessum skemmtanabransa eða entertainmentinu, en oft byrjar fólk á að útskýra hvernig þau eru að koma virðinu til skila. Frekar en að segja bara hvaða vandamál þau eru að leysa eða hvað þau eru að gera. Af því að oft fer fólk og missir sig í því að gera app sem að þarf ekki að vera app, getur verið með allt önnur leið. En endilega, segjum við, hvað eru þau að gera? Hugmyndin okkar, þetta er rauninni app sem þetta er bara kort með alls konar filterum og inn á kortinu er bara merkt inn öll afþreying sem er rauninni frí sem hægt er að gera á annarkvort á höfuðborgarsvæðinu eða bara á Íslandi. Þá erum við að tala um leikvellir og hvaða aldrei henta þeir, hvernig, gönguleiðir, hversu langar þær,
hvar eru garðar, hvar eru skemmtilegar fjörur, þú veist, bara allt þetta sem er skemmtilegt að gera. En já, þarna eru ekki alltaf vandamál, sumir eru með vandamál. Já, en sko þú gæti til dæmis þarna tekið svolítið svona bara þrengt þetta aðeins bara og sett þá einmitt á svona start with one, finna einhvern einstakling sem er kannski með 10 ára krakka eða eitthvað og hann vill fara finna einhver afþrenningu. Vandamál hans er bara, hvað á ég að gera? Já, það getur sem sagt alveg verið vandamál. Já. Það getur alveg verið eitthvað sem bara, ég finn ekki, ég er alveg bara búið með allar hugmyndiðar mínar. Já. En en þetta getur líka bara verið bara skemmtilegt. Já, algjörlega, en þarna er alltaf að koma í vandamál hlutan. Og það, ef þú finnir einhvern vinkil að þessu sem er, þú ert að leysa vandamál þarna, en svo ertu með hitt líka, þetta er fólk sér þó að þú þrengir þetta er svona, fólk það er ákveðið misskilningur þegar fólk er að reyna að útskýra customer segmentið og svona early adopterina fyrir hvernig þetta er til að byrja með að fólk heldur að sé að excluda alla hina, en það er það ekki og allt klárt fólk sem er að fara yfir þessu umsóknir átt að sé á því líka að bara þetta hljómar eins og geggjað þitt þarna og þetta geti svo líka farið út í þessa anga. Já, akkurat. Þannig að ekkert vera feimin við það ef þið náðu, og það er oft bara betra einmitt að finna bara svona mjög tiltekið dæmi þetta er raunverulega lausn við ákveðnu vandamáli sem er og þetta er, við hefum oft fengið þetta er Finnur Pind sem er með Treble Technologies, ég veit ekki hvort ég hef heyrt það, en þau eru með svona hljóðhermun, það sem og til að byrja með var þetta fyrir arkitekta sem er að byggja hús og geta þá sett bara stafrænt hvernig mun hljóðvistin vera ef við breytið þessu og svo áttaði sig á því að þetta er bara frábært fyrir alla sem er að búa til einhverja hátalara og svoleiðis, bara hvernig mun þetta hljóma í svona rými og þannig og svo verður, svo næsta hæpið var Metaverse, hvernig mun þetta hljóma í þessum gerfi heimi og svoleiðis og fólk sér nefnilega potentialin í þessu en með konkrét fyrsta dæmi til að byrja með að þá er það spennandi út frá hvert getur þetta farið síðan. Ok, takk. En já, eins og með vandamál og út búið tölvuleik sem er bara skemmtilegur, það er líka, það er aðeins öðruvísi með það. En þá er það að finna aðra leiðir til að selja það. En aðalhlutin í þessu er að því að sérstaklega í gullleikinu, þar sem að þið eru að reyna að sannfara einhverja dómnefnd að þetta sé að fara að vera veruleika og þetta sé verði flott og stórt og að þá snýst allt það að skapa trúveruleika. Og þannig að aftur með eins og með samskiptaappið í fótboltanum, þú ert héraðsdómari í KSÍ og þú skilur þetta, það er einn leigir af trúverðuleika þar. Og síðan getur þú komið með aðra svona eins og við vorum að tala áðan með testimonials, fá kvót frá einhverju sem er raunverulega að díla við þetta, að þá eru þið komið annan, þið eru að reyna að selja þeim sem eru að fara yfir þetta að þau trúið í þetta sé raunverulegt vandamál og þið séu að fara að leysa þetta og þetta verður frábært ef þetta er tilbúið. Þannig að ef þið bara spáið því núna að ef ykkur vantar eitthvað einmitt, þið finnið að þið eru kannski ekki með trúanlegt teymi það að þetta muni gerast, farið á að tala við fólki kringum ykkur, einhverja sem eru raunverulega að díla við þetta og fáið þeim allavega með ykkur sem ráðgjafa eða eitthvað og fáið svona kvót frá þeim. Það mun styrkja eitthvað umsóknarlega töluvert. Einhverja fleiri spurningar annars? Þá ætla ég bara að hleypa Önnu á svið en þið með endilega klukka mig á eftir ef þið eru með einhverjar sérstakar spurningar. Þannig að bara takk fyrir.